Í þessu myndbandi ætlum við að skoða Google Gemini spjallgluggann. Þar er hægt að finna fjölmörg verkfæri sem að nýtast vel í skólastarfi. Ef við skoðum aðeins verkfærastikuna, þá förum við hérna inn í hvíta gluggann og þar sjáum við hérna einn plús og svo verkfæri. Ef ég ýti á verkfærahnappinn þá er fyrsta tólið sem kemur upp sem heitir Læra. Læra er eins konar einkakennari. Þar getum við hérna, ef við smellum á Læra, þá getum við hlaðið upp til dæmis einhverju námsefnisveigum eða spurt flókið efni og Google Gemini býr til útskýringar og prófaði með spurningum eða býr jafnvel til námsáætlun. Leitarorð sem þið getur nýtt ykkur þar var til dæmis útskýrðu hvernig ljóstillífun virkar fyrir 10 ára barn og búið til stutt spurningapróf úr því. Ef við ætlum að fara í næsta verkfæri þá getum við hreinlega exað þetta út, smellt aftur og skoðum á búa til mynd. Það er eitt af mínum uppáhaldstólum en hér getum við breytt mynd í texta og Gemini notar nýjustu tæknina eins og nan og banana líkanið til að búa hana til. Það er líka hægt að hlaða upp mynd og biðja að breyta henni sem er oft afar skemmtilegt líka. Þetta getur verið gagnlegt tól í kennslu og sérstaklega þegar við viljum gera sjónrænt efni fyrir nemendur okkar og jafnvel búið til myndir sem tengist ákveðnu þema. Það sem þið gerið þið einfaldlega lýsið myndinni sem þið vilja hún búið til og hún fer í það að vinna hana. Kennari getur til dæmis spurt, getur búið til mynd af víkingaþorpi, vistkerfi í fjöru, framtíðarskóla eða sögupersónu og það er líka hægt að nota þá þessar myndir sem svona kveikjað umræðum, ritun eða skapandi verkefnum. Við gætum sett inn búið til mynd af lífríki í fjöru á Íslandi með þangi, kröbbum, kuðungum og fuglum og myndina á henda nemyndum á miðstigi. Þannig að þið getið þrengt ramman eins mikið og þið viljið. Þriðja verkfæri sem ég ætla að minnast á, það heitir Canvas. Canvas er svona staðurinn þar sem að hugmyndir verða veruleika. Þetta er eins konar vinnusvæði þar sem að þú getur búið til smáforrit, leiki, gagnvirka vefsíður eða alls konar línurit bara beint í spjallinu. Og einn öflugasti hlutinn þar er preview hnappur. Þannig að ef við spyrjum viltu útbúa einfalda leik í stærðfræði fyrir miðstig og ég get ýtt á píluna lengst til hægri og hún fer í gang og fer að smíða fyrir okkur og sjáu þið, þá opnast þessi preview hnappur sem við sjáum að hún fer strax í að forrita og við getum skipt hnapp með því að ýta á forskoða þegar hún er búin að vinna og séð hvað hún gerir. En það þægilega við að maður getur séð strax virknina. Sjáu þið, þarna er bara komin einfaldur stærðfræðileikur á bara örskotsstundu. Og þetta getur henta vel ef kennari vill búa til kennslu áætlun, verkefnalýsingu, námsmat, gátlista eða eitthvað svona skemmtilegt sem að þarf að vera sjónrænt og sýnilegt. Við gætum mögulega sagt búið til kennsluáætlun fyrir 3 kennslustundir gervigreinda læsi fyrir nemendur í 8. bekk, settu markmið, verkefni, umræðuspurningar og námsmat og þetta á að innihalda vefsíðu, eitthvað slíkt. Þannig að hún fer á fullt að vinna fyrir okkur og við getum nýtt okkur afraksturinn og deilt honum áfram. Og skulum við exa þetta hér og þá er það verkfæri sem heitir Duplate. Duplate er svona fyrir flóknari verkefni. Hún er svona ólík þessari hefðbundnu venjulegu leit, heldur fer hún í gegnum margar heimildir, les skýrslur, skrifar svona ítarlega fyrir okkur alls konar úttekt og kemur með heimildaskrá. Þannig að þetta er afar gagnlegt í heimildavinnu. Til dæmis getum við spurt, leitaðu að áreiðanlegum upplýsingum um plastmengun í hafinu, taktu saman einfalt kennsluefni fyrir nemendur á unglingastigi, eitthvað slíkt. En það er afar mikilvægt að kennarinn yfirfari upplýsingarnar og meti heimildirnar og athugi hvort rétt námsefni og heimildir sé að ræða. Ég ætla að taka fyrir í lokin nýjasta verkfæri sem er að búa til tónlist. Það getur verið mjög skemmtilegt í kennslu en þetta er sem sagt knúið af Lyria og þú einfaldlega lýsir stemmingunni eða tegund tónlistar og Gemini semur 30 sekúndna lag en getur með því að breyta sjáu þið pílunni í hratt, í hugsar, getur hún á hún að geta gert örlítið lengra lag en þarna kemur söngur og texti bara á mjög skemmtilegan hátt og þarna getum við til dæmis beðið að útbúa rólegt bakgrunnslag með þjóðlagatón sem passa við eitthvað lærdóm eða Íslandssögu eða hvað það er.
En tónlistin getur nýst í skapandi verkefnum, myndbandagerð, kynningum, leikritum eða bara þegar nemendur eru að vinna með hljóð eða mynd. Það er líka hægt að gera þetta á einfaldan hátt og sagt hérna, viltu útbúa lag frumur. Það þarf ekki meira en það og sköpunin er svolítið í hennar anda. Sjáum hvað hann vinnur fyrir okkur, en tónlistin eins og ég segi, hún er skemmtileg, hún getur fengið nemendur til að vera skapandi og komið texta í orð og tónlist. En öll þessi verkfæri í Gemini geta stutt kennara á fjölbreyttan hátt. Þau geta hjálpað við að útskýra efni, búið til myndrænt námsefni, skipuleggja kennslu, leita að upplýsingum og skapa nýtt efni. En mikilvægast er þó að við notum þau með gagnrýnu hugafari, aðlögum efnið að okkar nemendum og munum að kennarinn stýrir alltaf ferðinni. Hér sjáið þið lag heim frumunnar. Þetta er rólegt og dreymandi bedroom pop lag sem fjallar líffæri frumunnar, allt frá kjarnanum sem geymir leyndamálin yfir í hvatberana sem gefa okkur orku. Þannig að við ætlum að ýta hér á spilun og endum myndbandi á því. Swimming in the cytoplasm glow, the nucleus whispers secrets it knows. Oh, we're built from tiny organelles, mitochondria powering our living cells. Powering our living cells. Þá er hérna vinstra megin að ýta á línurnar 3, þá getið þið farið þar upp í dótið mitt og þar sjáið þið allt efni sem hún er að búa til fyrir ykkur og þar meðal var íslenskt lag sem ég langar að leyfa ykkur að heyra Í þögninni vinnur verksmiðju her, himnan vaktar hleypir engu innan nýju og kjarninn geymir kortið að þér. Plönturnar grænar með vekk úr skýli, dýrin hreyfast senda boðum víðan völl, taugafrum. Já, þetta kom skemmtilega óvart. Eina sem ég sagði var að læra frumur og þetta var afraksturinn.